Jæja, sér Halldór Gunnarsson, við erum komin í stúdíu okkar. Já, mjög ánægður með það, Kristján minn. Já, það er nú gott, en við ætlum að ræða um ástandið í Reykjavík fyrir komandi borgarstjórnarkosningar. En þær fara fram núna á laugardaginn, 16. maí, núna, já, bara eftir 2-3 daga. Já, Og velkomin bara í stúdíuð aftur, þakka þér. gaman að fá þig. Ástandið í Reykjavík. Já. Já, ég er alveg tilbúin að eiga þetta viðtal við þig, Kristján, vegna þess að ég ræði ekkert við það að ég er inn í mér pólitískur og hef gaman að því að fylgjast með stjórnmálum og hef af áhuga fylgst með umræðunni í dag hjá borgarfulltrúum sem er í framboði og ég verð að segja að ég er orðlaus gagnvart þeirri umræðu, miðað við ástandið sem ég mæti hér í Reykjavík. Ég vil bara byrja í gær, var ég í heimsókn hjá dóttur vinar míns, Davíðs á Grund, Guðrún heitir hún, í Úlfarsárdalnum. Hún var að segja mér frá því sem hún hefði þurft að mæta við að byggja upp eignast einbýlishús sem hún er búin að vera að standa í að byggja. Og ég hneykslaðist á því sem hún sagði að til þess að geta byrjað að byggja þá þurfti hún að borga 20 milljónir áður hún gat byrjað. Og ég sagði við hana, hvernig er þetta mögulegt, Guðrún? Hún svaraði, já, ég var að frétta því að það var maður hér að kaupa aðstöðuna að byrja að byggja, lóðina og teikningar og allt, þannig að nú getur hann byrjað. Hvað heldur það við kostar sem Reykjavíkurborg tekur? 50 milljónir. Ef við bara byrjum þarna, hvernig er mögulegt fyrir ungt fólk að hefjast handa við að byggja yfir sig? Hugsaðu þegar við lítum tilbaka með hvernig Kópavogur byggðist upp og hvernig fólkið fór af stað og byrjaði að byggja. Ég man eftir því þegar vinur minn Sigurður Thoroddsen, lögfræðingur, ný orðinn fulltrúi í Vík og vildi byrja á Seltjarnarnesi. Hvernig byrjaði hann? Hann fékk sér litla steypuvél og keypti steina Jóni Loftssyni og með konunni sinni stóð hann dag eftir dag í að hræra steypu og byggja upp húsið sitt. Hvernig stendur á því að við stöndum frammi fyrir því að það er ekkert hægt að gera í dag fyrir nýjum álögum gagnvart þessu að byggja yfir sig heimili? Getur fólk keypt sig inn? Getur ungt fólk með reglum Seðlabankans sem að þó að það borgi 300.000 í leigu á mánuði, þegar það er búið að reikna út reglurnar hjá Seðlabankanum, þá er útilokað að þú getur fengið lán. Bara gagnvart þessu mikilvægasta í lífi einstaklings að geta komið yfir sig húsi hér í Reykjavík, þá er það orðið nær útilokað. Og hver er leið vinstri manna? Já, rátt frá því sem er sagt núna, fengi lán segirðu. Ég á dóttur, hún er 25 ára gamall og ég segi henni bara, haltu þið frá lán. Við erum að háa vexti, hái stýrivextir, háa vextir, við erum með vísitölu og þú ert að tala um hann eitthvað svona lykilgjald 20 milljónir og upp í 50 milljónir bara að fá að byggja í þessu sveitafélagi í Reykjavík. Að þetta er eitthvað sem fólk verður að forðast og ungi krakkar sem verið að stefna einhverju svona samvinnu eða samyrkju búi. Jú, það er nefnilega það tillagan sem að kemur frá vinstri mönnum að nýja aðferðin að félög fái möguleika á
að eitthvað pínlítinn afslátti á Reykjavíkurborg til þess að byggja upp og komast þannig inn eftir nýjum leiðum. En býtum við, ef við förum aðeins ofan í það, hvernig voru nýju leiðarnar sem Reykjavíkurborg opnaði gagnvart Gufunesi og uppbyggingunni þar með litlu íbúðunum. Ekkert bílastæði, engar samgöngur og því sem hafði verið lofað, það stóðst ekki. Í þessum málum þá er algjör uppgjöf þeirra sem hafa stjórnað Reykjavíkurborg, þannig að það virðist engin von. Hvað var fólkið að gera? Eigum við ekki að fara á næsta svið? En segðu mér eitt, þetta var ekki svona. Þú varst að lýsa þessu hvernig þetta var í Kópavogi út á Seltjarnarnesi og maður hefur heyrt menn lýsa þessu. Ég man eftir þessu bara þegar hann var lítill að menn voru með steypurhæruvél og ég var með þess að sjálfur að taka þátt í að byggja hús þegar ég var 15 ára og menn bara byggðu eins og peningarnir dugðu, svo kom kannski smá hlé eða eitthvað. En hvenær breyttist þetta? Breyttist þetta þegar hún Sólrún Gísladóttir var borgarstjóri? Hvenær byrjuðu Reykjavík að selja lóðir? Já, við erum að tala hér saman undir fyrirsögninni ástandið í Reykjavík. Ástandið í gagnvart því að fólk geti komið yfir sig venjulegt fólk og ungt fólk. Ekki þessi sem að hafa möguleika á að fjárfesta og eru með nóga fjármunum og leið og þeir kaupa sér íbúðir til þess að leigja eða hvernig er þá kerfið hjá þeim sem hafa peninga til þess að geta eignast fjölda íbúða og fjárfest aftur og aftur. Menn áttar sig ekkert á því. Græða þessir aðilar á leigu? Nei, á hverju græða þeir með tilliti til þess að geta átt þessar íbúðir? Þeir græða á því í skattaframtali að íbúðin þeirra hækkar á hverju ári svo mikið eftir hvernig sala er. Þegar íbúð selst við hliðina á þér á 30 milljón hærra en fyrir ári, þá hækkar matið á þinni íbúð þó þú hafir ekkert lagt fram 30 milljónir og það bætir stöðu viðkomandi í skattaframtali. Hvernig stendur á þeir ekki reynt að taka til dæmis á þessu? Í staðinn er verið að setja endalausar reglur það hvernig á að skylda menn í að mega ekki leigja nema með ákveðnum hætti, mega ekki eiga fleiri eignir og mega ekki gera þetta og hitt. En þetta einfalda að taka á því að fjárfestar get ekki bara hækkað á sína eign í skattaframtali á dauðri eign. Menn virðast ekki átta sig á grundvallaratriðum þess að lifa lífinu. Ef þú hefur borgað fyrir hús og átt hús, þá á það að vera bara á föstu verði þangað til þú selur. Og þá á að taka skatt af muninum á því sem þú keyptir og seldir. Aðeins nú þetta, því ég þekki þetta ekki. Ég hef ekki kynnt mér þetta. Ég var að tala við mann í gær og ég er að hugsa kannski muninn að vera einstaklingur og svo muninn á kannski fyrirtæki eða stofnun eða eitthvað slíkt, kannski skattalega séð. Að ég hitti mann í gær og hann var einmitt að segja mér að hann hefði keypt búseturétt held ég hafi verið. Frekar en íbúð og sagði að gildi það sama hann var að kaupa. Fyrir 5 árum, hann keypti hann, svo ég nefni einhverju tölu, það var eitthvað lítil upphæð, það var eitthvað 1,5–2 milljónir. Svo seldi hann réttinn 5 árum seinna og þá fekk hann 15 milljónir. Og hann sagði að hann þyrfti ekki að borga skatta af mismununum vegna þess að þetta var ekki greiddir skattar á þessu að þú ættir íbúðuna eða réttinn lengur en 2 ár, minnir mig frekar en 3 ár. En er ekki munur á þessu með einstaklinga og félögum? Þekkir eitthvað inn á þetta sjálfur?
Nei, en þetta sem þú ert að segja er bara hluti af þessu dæmi sem er svo óeðlilegt. Það er að segja að þú mátt eiga íbúð og ef þú átt hann í 2 ár og selur hana þá er það skattfrjálst. En komum endilega að því sem við erum með í fyrirsögnin, ástandið í Reykjavík. Já, Reykjavík. Í Reykjavík. Já. Af því að átökin í komandi borgarstjórnarkosningum snúast það, hvort það tekur við ný stjórn eða ekki. Hugsaðu hvernig ástandið er orðið í því að keyra á milli staða. Hvernig menn eru lokaðir í umferðinni bara eins og bara vitfirringar á feti. Þetta er einn stór dýragarður. Bara á feti og það er endalaus biðröð þannig að ef maður er að keyra eins og ég úr íbúð minni í Hafnarfirði til Reykjavíkur á tímanum, ég vil segja 3 til næstum 5:30, þá er það bara klukkutíma fetgangur sem maður getur keyrt á korter. Og ennþá verið í hina áttina. Já, ennþá verða. Já, ég er nú að tala verstu möguleikana þegar maður er með rúman klukkutíma á milli Hafnarfjarðar og Reykjavíkur, að ég tala ekki fólkið sem er að keyra á þessum tíma börnin sín fram og tilbaka, sig sjálft úr vinnu fram og tilbaka og þjóðfélagið sem er með rekstur hér í Reykjavík, fólkið. Það er að tapa vinnustundunum sínum, það er að tapa stundunum að heiman, það er að tapa sálargleði sinni þegar það verður svo pirrað í bílunum að það bara þarf að opna gluggann og anda djúpt til þess að lifa af þessa ósköp. Og hvað hafa þeir gert? Hafa þeir eitthvað reynt að leysa ljósastýringar? Eða hafa þeir horft í augu við einhvern annan möguleika en þessa nýju borgarlínu og eru þeir eitthvað að hugsa Sundabrautina og brúnna eða ég tala nú ekki að loka Suðurlandsbrautinni. Sko, það sem vinstra fólk er að tala núna í sambandi við umferðina, það er svo fáránlegt. Hvað alla steinana sem eru í miðborginni til þess að teppa umferð? Blómapottana. Risastórir blómapottar og einhver listaverk sem þeir eru að setja upp svona listaverk með að taka önnur listaverk niður eins og styttur. Getur bara nefnt sér að Friðrik Friðriksson styttuna. Já, guðana bænum, farðu ekki að tala ég má ekki fara þangað, þá missi ég þig bara. Þá breytist þátturinn okkar í allt aðra umræðum. En sko, já, verður út að tala steinana og bílaumferðina. Þú talar að skrúa niður rúðuna, að menn sér að bara missa sig og þurfa að anda sér einhverju súrefni, en þá anda bara sér koltvísýringi. Því að þetta er bara bílaröð, margir kílómetrar. En hvað kostar þetta þjóðfélagið? Bara í olíu, bensíni, sem að fólk er bara bílar ganga bara í lausagangi. Hvað kostar þetta þjóðfélagið? Innflutningurinn og allt það. Hvað verður þá allt þetta græna í þessu? Og þú talar vinstra fólk. Það er stundum verið að tala vinstra og hægra fólk og ég veit ekki hvað það er að miða við það, en þetta verðist nú flest koma þaðan. En svo erum við búin að vera með í stjórn borgarinnar núna hægri flokk, Sjálfstæðisflokkinn. Við erum með valkyrjurnar þarna, 5, og svo erum við með 3 valkyrjur í ríkisstjórninni en Sjálfstæðisflokkurinn er við völd og það er minnihluti og meirihluti yfirleitt í þessu. Það myndast alltaf einhverjir hlutar í staðinn fyrir að menn vinni saman sem stjórn, þá myndast meiri og minnihluti í þessum apparötum, eins og ég vil kalla það. Flokkur fólksins er búin að vera núna í Reykjavík í rúmt ár, í þessu núna, flokkur sem þú stofnaði meðal annars. Og hvað gerist? Sko, þú þekkir þetta svo langt aftur. Hvað gerist þegar það er búið að kjósa stjórn? Nú erum við að fara að kjósa okkur, verða 23 í borgarstjórn og laugardaginn kemur ný stjórn. Það er skipaður ykkur borgarstjóri, forseti borgarstjóri milli þeirra þar sem þeir velja. Og svo myndast einhver minnihluti og meirihluti og þá byrja slagsmálin.
og svo allir að lofa núna fyrir kosningarnar. Það allir að lofa öllum meiri, sem svo Flokkur fólksins, hann allar að gefa bílunum pláss við nýbyggingar, einn eða tveir bílar við hvert húsnæði. En veitu, hvað hafa þau gert þess að koma þessu að með þau voru í stjórn og í meirihluta? Og þetta að ganga frá einhverju samningi í meirihluta? Geta menn bara það er samningur innan meirihluta sem við ætlum að halda þessu og svo bara fæ ég þetta og þú fær hitt og mennum að fara í einhverju vöruskipti. Mættir þið borga einhverju vöruskipti? Ég bara skildi ekki. Nei, það er ekki von að þú skiljir þetta, Kristján minn. Ég er að reyna að skilja þetta og er að reyna að tala við þig ástandið í Reykjavík og þó að ég sem gamall sjálfstæðismaður sem gafst upp á tímabili, en ég er að vona að flokkurinn sé að reisa við með því að reyna að finna gömlu línuna og gömlu slagorðin og að það sé hægt að endurreisa flokkinn til þess sem hann var áður. Því að þetta sem ég var að tala þegar fólk gat farið í Kópavog eða Seltjarnarnes eða Álftanes og byggt sín hús, byggt sinn kofa og stækkað hann. Að einhvern veginn fóru menn af leið þegar þeir voru endalaus að finna leiðir fyrir sveitarfélagið að skattleggja og búa til pening. Og þegar þeir eru endalaust að búa til nýjan skatt með nýjum skattstofnum svo sem í sorphirðu, ekki einn heldur tvo og svo öll þessi gjöld við að reisa hús. Við erum búin að ræða það en ég er að reyna að byrja að tala við þig eitt ástandið enn. Fólk er að keyra hér í Reykjavík og land allt við nýjan skattstofn sem heitir gjaldskylda og hún er með þeim hætti að þegar eldra fólk reynir að stöðva bílinn sinn einhvers staðar í Reykjavík þá veit það ekki einu sinni í hvaða app eða hvar það á að borga og það er alveg sama. Það er allstaðar verið að kemur bara inn á heimabankan að borga og menn átta sig ekki einu sinni á hvaðan kom þetta. Þeir sem senda inn í bankan bara kröfum gjaldtöku upp á 3.000 og eða er ekki borgað strax þá er þetta komið bara enn hærra og svo fer það bara upp úr öllu valdi. Hugsaður þessa nýju skattheimtu sem sveitarfélögin hafa komið á. Hugsaður háskólan og hvernig er búið að útfæra þetta. Ungt fólk í háskólan. Það getur ekki ferðast. Það reynir að ferðast með bílnum sínum og bíða í klukkutíma áður en fyrir í skólan og er búið að alveg að missa sig í ergelsi. Og svo kemur það inn á planið og þarf að borga. Talandi þetta, sko því ég bý í miðbænum og pabbi býr í miðbænum líka og ég heimsækja hann svona daglega. Og ég er að borga svona 20, 30 eða jafnvel upp í 40 krónur á mánuði bara fyrir að borga í stæði. Og svo lendi ég í daginn að ég með appið, þetta app sem átt að tala um á hann. Ég með app og ég glemdi að setja það í gang. Og ég fekk sekt og hún kom upp í 10.000 krónur. Og ef ég borgaði innan 2 daga þá lækkaði hann í 9.000. Það er gjaldskylda í Reykjavík, á 101 aðalega, frá 9 á morgnana til 9 á kvöldin alla daga vikunnar. Nema sunnudögum byrjar að rukka þið 10. Og ég geti ímyndað að fólki sem fyrir bæinn að fara að skemmta sér, fæ sér kannski glas og skilur bílinn eftir. Það er að vakna kannski bara undir áhrifum og bara næri bílinn, morgun. Þetta getur verið hættulegt, fyrir það fyrsta. Þannig það er allir skatlaðir bara í drep. Og þú finnur ekkert stæði. Ég er svo smánaði með að ég þarf að ganga svolítið þegar ég þarf að ganga frá bílastofnum heim. Það er eina að jákvæða við þetta, maður getur hrifsið eitthvað. En ef þú ert með pakka eða einhverja póka, þetta verslinni eða eitthvað svolítið, þá ertu bara komin í erfiðisvinnu. Þetta er fáránlegt. Og blómapottanir, við keyrir Lækjargötuna, það er búið að loka þeim með einhverjum prikum, gulum prikum. Og þú mátt helst ekki keyra bílinn þannig nema þú rekjar hann utan í eitthvað og skemmi skilti eða bílinn.
og hugsaðu tjónið þar fyrir tryggingafélögin og allt tjónið, ef þú keyrir Reykjavík með miðbæinn, það er nánast annarkvæmt skilti sem liggur á hliðinu, það er búið að keyra yfir það. Stór skemmtur bíll á bakvið þetta, þú keyrir inn hjá Dómkirkjunum þar og hjá Hótel Borg, þar er búið að setja ykkur listaverk og loka bílatónu báðu veginn við Austurvöll, kemst ekki neitt, þar eru bara ykkur steipuklumpar og hérna, þannig getur ekki lagt bílnum. Svo beygirðu til vinstri Austurstræti hjá Landsbankanum þar. Þar er búið að setja sko risa steipuklumpar sem eru svona blómapottar sem eru hérna fleiri tonn á þyngd og það er ekki eitt einasta blóm í þeim. Og hérna, svo kerði það áfram á Ingólfstorgi, þá búið að loka öllu þar. Ingólfstorgi er bara að loka með blómapottum líka og það eru verslanir hann á massvísstaði. Þetta er bara gert fyrir gangandi fólk, bara gert fyrir túrisma. Túrismenn er komin í bæinn og það er verið að rekja fólk íbúa úr borginni. Síðan er það með túristana, fyrir ekki, ég er svona aðeins að taka þér orðið, að svo er með túristana, því ég þekki nú inn á bílaleigunar, að það er komið svona hálfgerður svona Google-bíll, bara nú í staðan fyrir að sjá stöðamælavörðu þá bara keyra bílar bæinn, taka myndir á öllu, bara skanni númerið og sjá strax hvort að bíllinn er búinn að greiða eða ekki, og ef hann ekki búinn að greiða þá bara sendur reikningur í heimabanka, sko, þú ert varla komin út í bílnum þá komið reikning í heimabankaðinn. Svona dæla þessu inn og ég hefði viljað vita hvað þeir eru að taka í tekjur af þessu og það eru götunar sem ég sá fóru á heimasíðunni þeirra, það eru tugir ef ekki hundruð gatna sem er verið að eru með þessa gjaldtöku í Reykjavík. Og þetta er svolítið mikið og að þú nefndir háskólann, ég er nú skoðað með reikninga hjá Borgarinnssambandi Íslands og ég þurfti að fara, gjaldkerinn núna er Wolfgang Már Miksa hérna, lektor eða aðjúnkt í háskólanum, fjármálafræði og ég þurfti að fara þangað til að skrifa undir reikningana. Og ég var í háskólanum og hérna, það var svo sem byrjaði að setja bílastæði þar. Nú eru bílastæði kringum skólann og það er komið möl þarna niður í mýrina og þar er líka bílastæði og þú getur hvergi lagt nema að greiða. Og þú getur hugsað, þú leggur á Norræna húsinu, þá eru þeir að orka fyrir stæðið og þannig að ég þurfti að borga meðan ég fór inn og talaði við má. Þá þurfti ég að borga í bílastæði og nemendur að borga allan daginn í skólanum. Og svo fór ég á enn í Borgartúni og ég nærði bensín og þá fer ég gegnum skanna og að þú stoppar hann lengur í 40 mínútur, nú komið matsölustaðurinn að þú getur hugsanlega fengið að borða. Að þú stoppar lengur í 40 mínútur inn á bensinstöðinni, þá rukkaðir þig. Og þú varst að tala um landsbyggðina, allir þessi fossar og allt þetta. Bændur eru farin að hafa tekjur bara af þessum öppum. Þau bara keyrir inn í landið þeirra, þá bara fer app í gang og svo er þetta bara rukkaðar. Og að því ég glemdi mér aðeins með bílaleigunar, að þær eru með fleiri 100 bílar og fleiri 1000 bílar, stærstu leigunar. Þeir eru að borga 20 milljóna í sektir að voru að því, en nú er fallinn hæstaréttardómur. Fór einn dómur sem fór í gegnum héraðsdómar og hérna Landsrétt og hæstaréttardómur, að ef er ökumaður sem leigir bíl, þá ber hann ábyrgð á því, ekki bílalegan. En sko þær eru að borga fullt af reikningu því þetta er bara komið í kerfi, í tölvunar og það verður svona eitthvað vesen. Og til þess að losna við vesenið, þetta er saman eins og upp á Velli hjá Ísavía, til þess að losna við vesenið þá bara greiða þetta. En nú er þetta farið að vera að skipta 20 milljóna og það eru hverjum degi sem eru 20 sekta hjá litlu bílalegunum, með þess að þó sé litlar. Og þetta er bara, mennur er bara, þetta er svona græðgisvæðingin til þess að ná í tekjur og svo halda þær áfram. Af því ég er að tengja þetta við það sem þú nefndi Kópavog og fortíðina, hvernig þetta var, menn gáttu bara byggt sjálfur og svona. Núna er þetta bara, allt á flegi ferð. Kristján minn, sko ég er nú eiginlega orðlaus þegar þú ert búin að lýsa þessu svona og ég segi bara að ástandið er þá miklu alvarlegra því að til allra hamingju er ég búinn að gefast upp á að keyra miðbæinn og þetta sem þú ert að segja að þú ert að slá mig alveg út af laginu og ég er nú ekki vanur að verða orðlaus. En ég vil samt halda áfram ástandið. Við erum búin að tala hvernig fólk getur ekki byggt lengur yfir sig, getur varla leigt, getur ekki keyrt borgina, getur ekki lagt bílnum sínum og það er verið að selja minni íbúðir fyrir ungt fólk með hálft bílastæði. En þetta nýjasta sem er að koma, ég vil nú ekki
ég vil nú ekki tala um þau ósköp þegar borgarstjórinn fer að hælast yfir því að hafa orðið að endurgreiða reikninga. Það er alveg nýtt í Íslandssögunni að það sé hægt að hælast yfir því að eftirlitið sé svo gott í Reykjavík að það hafi verið bent á það hjá borgarstjóra að hún hafi þurft að endurgreiða reikninga og þessu snúið upp í það að þetta sé bara stórkostlega gott. Hvergi í heiminum, vestrænum heimi, hvergi í Evrópu. Ef þetta hefði komið upp, þá hefði viðkomandi orðið að segja af sér á stundinni. Í hvaða þjóðfélagi erum við? Bíddu við, síðan kemur næsta frétt og menn eru ekkert hissa. Það er ekki einu sinni fjallað um það. Að Reykjavíkurborg selur olíustöðum landið frá öllum bensínstöðunum í Reykjavík, þannig að það er að ræða yfirfærslu á peningum frá Reykjavík til olíustöðvana sem selja aftur og aftur. Það er ekki milljónir, það er yfir allt þetta, það eru milljarðar. Og var ekki eitthvað sem gefið líka? Nei, við skulum ekki tala um það, en hvernig gat Reykjavíkurborg með Dag Bjeggesson í forystu bara gert svona samninga? Síðan kemur eitthvað alveg nýtt upp hérna það að fólk sem er í góðri trú með atvinnustarfsemi í borginni er á einhverjum samningum sem renna út og þá standa þeir frammi fyrir því að þeir verði bara að fara með allt sitt. Og þeir eru að undrast og það segja allir, já þetta er eitthvað mjög sérkennilegt, það þarf að laga þetta. Það þarf að laga þetta. Ætla þeir sem komu þessu á, ætla þeir að laga þetta. Ef að Reykvíkingar í dag ætla að lifa áfram í ástandinu, þá skulu þið endilega kjósa vinstri flokka. Ef þið ætlið að komast úr ástandinu, þá verðið þið að gefa nýjum flokkum möguleika. Talandi um þetta, Halldór, nýjum flokkum segirðu. Já, ég er nú að tala um eins og blasir við, að það er ekkert hægt annað en að veðja á Sjálfstæðisflokk, Miðflokk og Framsókn til þess að reyna að mynda þessa hægri stjórn, þó að Framsóknarflokkurinn hafi brugðist og Einar sem borgarstjóri að segja af sér og vera ekki með það alveg á hreinu að fulltrúi fólksins myndi styðja hann í breytingu og standa þá frammi fyrir því eins og hann hefur sjálfur sagt að fulltrúi fólksins hafi bara skipt skoðun af því að Inga hafi krafist þess. Ég meina, svona geta menn ekki verið í pólitík, þannig að í mínum huga verður fólk að fylgja sér það ef þau vilja komast úr þessu ástandi að kjósa Sjálfstæðisflokk og Miðflokk. En Sjálfstæðisflokkur og Framsókn ekki nýju flokkar. Þú talar um nýja flokka, en ég veit ekki hvað þú ert að meina með þessu. Við erum með nýja flokka hérna og sko þetta... Ég er alveg sammálaður, Kristján. Ég leyfi þér ekkert að fara út í þetta vegna þess að prófkjör og skoðanakannanir, þær eru svo einhliða að það er eina vonin til nýrrar stjórnar, það er Sjálfstæðisflokkur og Miðflokkur. Finnst þér núna, bara í dag, 13. maí í dag, ég hef nú ekki lesið mokkan en ég fekk mér kaffi á þann og það er Hildur Björnsdóttir, oddviti flokksins er að skrifa grein og það eru fréttir út frá greininni og þau eru með þarna hátt í opnu bara á 3 stöðum í blaðinu. Pláss og er að lýsa þessari byggð hérna meðfram ströndinni upp í Kjalarnes, alveg upp á Kjalarnes og nú er verið að lýsa draumunum. Er Sjálfstæðisflokkurinn að vakna úr rotinu? Já, ég segi bara við þig að þeir ef að fólk gerir þetta, að vilja fara úr ástandinu sem er í Reykjavík í dag, fara úr stresssamfélaginu, fara úr því að þurfa að fara næstum því til sálfræðings eftir að bíða í klukkutíma 2 á dag í bílnum sínum.
eftir að vera bara upp í skroppa með það að geta hjálpað ungu fólki til þess að koma yfir sig þaki. Þetta náttúrulega ástand sem að fólk verður að horfast í augu við, þannig að það verður að gefa nýjum flokkum sem hafa ekki verið í stjórn í Reykjavík, það verður að gefa þeim tækifæri ef þeir vilja reyna breytingar. Ef þeir standa sig ekki, ef að Sjálfstæðisflokkur og Miðflokkurinn komast í meirihluta og þeir standa sig ekki, þá er þetta bara búið fyrir Sjálfstæðisflokkinn endanlega. Vegna þess að Sjálfstæðisflokkurinn í landsmálum við það að Guðrún gerði ekki upp fortíðina, að þá stendur Guðrún frammi fyrir því gagnvart Sjálfstæðisflokknum að vera að missa tökin. Hún þurfti að gera upp fortíðina. Nú er nýr tími í Reykjavík gagnvart því að gefa þá Miðflokknum og Sjálfstæðisflokknum tækifæri til þess að taka við stjórn í 4 ár. Og ef það bregst, þá bregðast þessir flokkar einnig þar, þannig að þá verðum við að reyna að finna einhverja alveg nýja stjórnskipun í landinu. Já, það er svona eins og hefur stemt og stefnir þá, eins og þú kallar vinstrið, þegar þessi vinstri flokkar hafa verið svona að vega þessum hagsmunum okkar sem við höfum verið að ræða og ég veit ekki af hverju það er svoleiðis, hvort þetta tengist vinstri og hægri, en hérna allan að þessi flokkar sem hafa verið að stjórna borginni, eins og Samfylkingin til dæmis, undanfarið 20 áratuga, segið 2 áratugi, þá komið tíma breytingar og þá held ég að sömur hugsa með sér, já, eru breytingar með gömlum flokkum eins og Sjálfstæðisflokki og Framsóknarflokki, en eins og þú segir aftur, það er komið nýr formaður og ef að flokkurinn vill gera breytingar þá er tækifærið að gera það núna í þessum sveitarstjórnarkosningum. Þegar koma alþingiskosningar, þegar flokkurinn þarf að ná sér á skrið fyrir þær, af því að þær koma örugglega fyrr en seinna. Já, auðvitað, ef þetta tekst, þá verða sjálfstæðismennum land allt að reyna að ná vopnum sínum. Vegna þess að bara þjóðfélagið sem sem að þessi núverandi ríkisstjórn er að leiða bara eins og í taumi með svo ótrúlegum hætti og lævísum hætti inn í það að kjósa á höfuðdaginn í haust og vera með upplýsingar það að allt verði betra og vísa til Finnlands og það sem allt er núna bara niður og að Íslendingar sem vilja verja sjálfstæði og frelsi landsins og einstaklingsins, að þeir láti sér detta í hug að ætla að láta teyma sig þessa leið að segja já við að skoða í pakkan. Ég meina, sjálfstæðismenn og hægri menn sem vilja verja frelsi lands og einstaklings til athafna og dáða, þeir verða að átta sig á að það er tímamót núna hér í Reykjavík þar sem að átökin verða það hvort að verður skipt stjórn eða ekki. Og nú ertu búin að leiða mig út í landsmálapólitíkina, ég vil fyrst og fremst segja við þig að átökin núna hvernig fólk kýs í komandi kosningum eftir 3 daga í Reykjavík. Ætlaði að gefa nýjum flokkum núna, Miðflokki og Sjálfstæðisflokki tækifæri til þess að stjórna og breyta stöðunni. Ef þeir gera það ekki næstu 4 ár, þá eru þessir flokkar einnig búnir eins og landsmálaflokkarnir sem var hvatt í pólitík í síðustu alþingiskosningu. Þeir eru núna að reyna að koma upp aftur með því að sameinast uppvakningar með nýjum, vil ég segja, næstum uppvakningum. Hugsaðu konuna sem var sósíalisti er núna komin efsti sem vinstri manneskja með vinstri grænum og svo brosa þær hvor framan í aðra og tala eins og
þeim kom ekkert við öll þessi vandamál sem ég hef talað um gímaldið, Græna kímaldið í mjölkinni. græna gímaldið í mjóttinni. Hugsaður braggan sem Dagur reisti með og stráin sem voru. Hugsaður og hugsaður að geta látið olíufélögin fá gefins þessar upphæðir. Hvernig er það mögulegt? Er pólitíkin svona? Er þetta bara svona hagsmunir og innanvæðing ykkur? Já, Er hún alltaf svona? hvernig stendur á því að sjálfstæðismenn gagnrýni ekki þetta á fullum krafti? Getur verið að þeir vilji það ekki vegna sjálfstæðismannana sem stjórna olíufélögum? Ég spyr, Já, er þetta hagsmunir þarna? auðvitað eru hagsmunir þarna. Og er þá hægt að treysta sjálfstæðismönnunum sem stjórna olíufélögunum og einhverjum stórum fyrirtækjum? Er ekki Bjarni Benediktsson komið núna með fullt af fyrirtækjum? Fjölskyldan hans tengist einhverjum stórum fyrirtækjum? Það er nú efni í annan þátt og reyndar erum við Geir búin að taka svona þætti upp og ég býð eftir því Kristján að þú þorir að senda þá af stað. En erum við ekki búin núna? Er þetta ekki orðin góður tími? Jú, við getum tekið fram allt, en svo við erum allan afslappar vegna þess að við erum hérna í stúdíón okkar og það er engin stöðumanna fyrir utan húsið. Hérna getum við bara verið eins lengi og við viljum á þess að vera áreittir af borginni. Já, og hér er þetta að tala við gamlan mann sem getur sagt meiningu sína á þess að vera hræddur eitthvað að það verði... Á þess að missa vinnuna. Á þess að missa vinnuna. Og hugsaðu þér hvernig það er búið að henda mönnum út. Bara af engum sökum í þessari vókstefnu sem ríkir. Það er eins og Kanin segir á ensku, man is meant by terror. Já. Það er bara svoleiðis, fólk er bara hrætt. Já, ég er búinn að segja náttúrulega nóg núna Já, og þess vegna vil ég sem gamall sóknarprestur segja amen eftir efninu. segjum þetta gott sér Halldór. Þakka þér fyrir. Takk.